Það hægt að nésetja okkur, það hægt að svipta okkur frelsi og allt. En það sem ekki hægt að taka okkur viðhorfsfrelsið. Þess að hvernig við bregðumst við breyttum aðstæðum eða breyttum tímum, það ekki hægt að taka það. Já. Það það sem skiptir mestu máli. Verið hjartalega velkomin. Í dag ætlum við að prófa svolítið öðruvísi. Með mér í dag hann Vagn Margeir Smelt, snillingur, heimspekingur og bolvíkingur. Og hann ætlar að ræða eins við mig heimspeki eða jafnvel að einhverju liti sálfræði í tengslum við gervigreind og upplifun margra. En Vagn, vertu velkominn. Þakka fyrir. Í dag ætlum við að tala svolítið öðruvísi viðfangsefni. Við erum búin að halda þessu svolítið hagnýtu og svolítið svona með fókus á svona fræðslu gervigreind. En nú ætlum við að tala svolítið svona persónulegra og sálfræðilegra viðfangsefni sem jafnvel margir hlustendur tengja einhverju liti við. Sem svona í stuttum mætti kalla þetta tilvistarkreppu vegna gervigreindar. Já, þetta svolítið eins og bókin sem þú benti mér á eftir hann Ethan Mollick sem heitir Co-Intelligence og Mollick talar þar Three Sleepless Nights. 3 svefnlausar nætur. Sem svolítið lýsandi fyrir þessa tilvistarkreppu sem maður lendir í. Og af hverju ætti maður að fá 3 svefnlausar nætur? Hvað það sem að tryggjara þessar svefnlausar nætur? Fyrir mér var þetta svolítið svona sem ég myndi lýsa sem verufræðilegu áfalli. Ok, og fyrir það sem að tala ekki heimspeki? Já, þetta lýsir sér svolítið að heimsmyndin að brotna. Ok. Fyrir mér var það þannig að ég með einhverja, ég held við séum flest þannig, sem erum ekki djúpt inn í gervigreind, að við erum með svona ákveðna sýn á heiminum. Einmitt, ákveðna hugmyndir hvað jafnvel gervigreind Kannski hvar við erum svona í heiminum og okkar hlutverk. Einmitt, og svona leiðum maður kemst að því hvar við erum stödd raunverulega. Já. Þá fáið maður svona smá svona já. Já, þannig að þú fattar að heimurinn ekki eins og þú hélst hann væri. Já. Eða að hlutir að fara að vera mjög breyttir fljótlega. Að þá það pínu áfall. Það svona smá eins og, þú veist svona kannski að vissuleita að syrgja gömlu hugmyndina af hvernig hluti virka. Einmitt. Og líka jafnvel í svona pínu í afneitun með hvernig hlutir munu vera. Einmitt, það er svona fyrstu viðbrögðin bara nei, þetta getur ekki verið svona. Og málið að við, verandi að kenna þetta námskeið okkar, höfum séð þetta ansi oft. Já. Misjafnlega sterkt sem við upplifum þetta og það oft svona einn og einn og hópunum sem maður sér eru sérstaklega mikið að lenda í þessu. Og við erum meira sér með ákveðna hluta af námskeiðinu þar sem við erum svona svolítið að reyna að kalla þetta fram að því leyti að við viljum smá vekja fólk fyrir breyttum raunveruleika. Mér finnst vera svolítið mikið að einstaklingar og fyrirtæki séu að reyna að halda fólki rólegu. Við tölum það einmitt við Pétur daginn að þessi frasi, gervigreind mun ekki taka starfið, heldur mun fólk sem nota gervigreind taka starfið og þá hugsa hey, ef ég ætla að vernda stöðu mína í heiminum, þá þarf ég bara að læra á gervigreind. Já, einmitt. Sem smá svona kópíum, eins og við köllum það þá. Kópíum, já. En til þess að svona aðeins að vekja fólk fyrir sem óþægilega raunveruleikum og þá höfum við ákveðna æfingar og ákveðna hluti sem við förum yfir til þess að svona mjaka fólki inn í þessa breyttu heimsmynd. Já, þetta stór hluti af þessari tilvistarkreppu sem maður fær. Bara að samfélagið sé að breytast, hvað það sem að skilgreinir vinnur og tilgang okkar svolítið. Mjög margir sem mitt upplifa að skilgreina tilgangi sinn og hlutverk í heiminum bara út frá vinnu. Og þegar að því ógnað, þá spyrðu þið hver verður tilgangur minn eða hver er ég ef ekki starfið mitt. Já, þá þarf maður svolítið að endur skilgreina ef að fyrir mér var alltaf þannig að þegar greind ekki lengur einungis mannlegt fyrirbæri eða mannlegur eiginleiki, hvaða mannlegu eiginleikar eru eftir? Já, svona, hvað gerir mig verðmætan? Einmitt. Það er að segja að það er svolítið langt síðan að mannablið lækkaði virði þegar að þú ert komið með gröfur og vélar og bílar og alla þessar hluti sem að sjáum eitthvað sem þurfti áður mannesku til. Já. Og þarft ekki lengur mannesku til að ganga í lækinn og sækja vatn, það er bara lögn sem að bera inn á heimilið og það eru ótrúlega mörg störf sem að hurfu sem voru líkamlega en við gátum lifa með því af því að það var nógu mikið af störfum sem voru
krefjandi svona út frá greind og svona huglægu framlagi eða svona... Já, huglægu framlagi, og þannig að það allt í einu, þá þarf maður að segja upp á nýtt hvað svona premium assets frá okkur. Já. Og þar þá getur það verið eins og eitthvað eins og mannúð eða samkennd eða ást eða hvernig maður vill, skilur við. Eitt sem að mér fannst svolítið sniðugt, sem ég hef heyrt haldið fram núna stundum, sko, það talað oft það að eftir sem tækni þróast að það verði störf sérhæðari. Við höfum þá pláss til þess að vera sérhæðari. Og eitt svona dæmi sérhæft starf sem einhverjir sjá fyrir sér eftir tilkomi gervigreindar, eftir tilkomi svona öflugra gervigreindar sem algjörlega breytir stöðun okkar, að það starf sem felur í sér hafa góðan smekk. Já. Ef þú hefur til dæmis vél sem getur búið til hvaða mat sem það ekki það með sagt að hver sem gæti fundið upp á þeim mat sem er góður eða bestur. Það að segja að setja saman, það að segja bara eins og í dag, þú getur komist í eiginlega hvaða hráefni sem til að elda, en af hverju eru þá ekki allir góðir kokkar. Veist, og þú getur keypt hvaða húsgagn sem ef þú átt nægan pening, en það ekki það með sagt að allir skreyti húsið sín vel. Og það að hafa góðan smekk og að gera tónlist eða gera málverk eða hluti sem fólki finnst flott, mun ennþá vera ákveðin áskorun þó að þröskuldurinn til þess að framkvæma sé búið að lækka. Og ég nefnilega sé svo mikið af svona, það sem ég kallaði mitt AI slop, þar sem að einhver situr hálfa mínútu að hugsa út í listaverk sem að hann vil fá og býr það til út frá einni kvaðningu og fyrir svo að deila sem með fólki. Eiginlega engin hugsun sem fór í þetta og þar er leiðandi líka eiginlega ekkert virði í efninu sem viðkomandi bjóð til. Lýsir sér svolítið, já. Það er svo ótrúlega mikið af pælingum og hugsun sem fer í að gera listaverk af því að þau taka svo langan tíma að meðan að í hinnu tilfellinu þegar það tekur hálfa mínútu að búa til mynd að þá endar oft með bara eitthvað sem er rosalega ómerkilegt og óspennandi af því að þið datt ekki í hug hvernig, eða þú veist, þú hafðir ekki smekk og þú hafðir ekki tíma til þess að útfæra smáatriði nákvæmlega eins og vildir. Og þetta tímaaspekt líka svolítið hluti af list. Það er að segja að ef þú veist að einhver eyddi 5 mínútum í að búa til list eða einhver sem eyddi 5 árum, þó þau séu nákvæmlega eins list, þá held ég að muninn þannig á milli skilur, já, við virðum tíma og þar leðandi virðum við þessa list meira. Einmitt. Þetta er svona áhugaður nýr vinkill, en hvað gerum við svo þegar að gervigreindin komið betri smekk líka? Já, við erum að missa og mögulega skilur eitthvað eins og samúð eða samkennd og ef það kemur. Sko, ef ég á að segja eins og fyrir sjálf á mig, ég upplifði þessa svona hálfgerðu tilvistarkreppu fyrir, ég fari í gegnum nokkra svona fasa með þetta, en ég upplifði þetta mjög sterklega fyrir kannski svona 2-3 árum þegar ég fór að sjá gervigreindina forrita og gera gagnagreiningar, því ég vann sem sérfræðingur í gagnavísindum, ég að byrja að nota tæknina og ég sá að sérfræðikunnáttan mín var orðin aðgengilegri og ég sá með þeirri stefnu sem tækni var á, að þá sá ég hvernig það var minni og minni framtíð í mínu starfi. Í rauninni að vissulega væri ennþá þörf á því sem er verið að gera, en þú þarft ekki að vera eins lærður og ég eða eins fróður þó það hjálpi. Og þetta var hluti af þeirri hvatningu sem var á bakvið það fyrir mig að breyta svolítið til og ég fór þarna fyrstum tíma í stöðu sem leiðtogi í hagnýtingu gervigreindar hjá Orkuveitunni, þar sem ég var svolítið hættur að forrita og að fara meira svona að kenna og hjálpa þarna og að svona veita sérfræði þekkingu í ýmsum verkefnum. En svo að lokum mitt hjálpa þetta líka að taka skrifa og fara að stofna þetta fyrirtæki, af því ég áttaði með að ég vildi hjálpa fleira fólki að taka þessi skref að komast í sátt við þennan nýja raunveruleika og sjá virðið í því að miðla þekkingu frekar en að og í dag þá leikir mér stundum að því að greina gögn svona þegar við erum með eitthvað juicy gögn til þess að skoða en ég sé þetta ekki sem svona framlag sem að verður eins verðmætt í framtíðinni fyrir allavega sjálf á mig. Þekkingarmiðlun svona stærri tilgangur heldur en bara verkþáttur í vinnu sem þú gerir. Og ég bara einmitt, ef þú segir að tilgangur minn sé ekki að kenna, heldur tilgangur minn að hjálpa fólki, að þá ef kennsla hættir að vera eitthvað sem að ég get gert vel með gervigreindina og gervigreindin gera betur, þá hverfur tilgangur minn ekki. Ef tilgangur minn bara að hjálpa fólki, þá finn ég nýja leið til þess að gera það. Hann bregst við, breyttum aðstæðum, af því tilgangurinn yfir það hafinn. Og ég þarf að vera tilbúin að vinna við eitthvað allt annað, að starfið mitt fel í sér allt aðra verkþætti til þess að halda áfram að sinna þessum tilgangi. Já,
Og ég held að þetta sé svona spurningar sem að við flest mannfólk þarf að svona að spyrja sjálf sig. Og margir einmitt að identifæja við vinnuna sína, en á einhvern tímapunkti verður bútað af því. Það tekir stærri og stærri bita af vinnuninni. En nú nýlega byrjaði þú einmitt hjá okkur, hjá Javelin, og við erum búin að keyra því í gegnum svona ágætis gervigreinda bootcamp. Já, heldur betur. Búin að dæla í þig pælingum og þekkingu og svona. Og ég held að þessar 3 svefnlausu nætur sem að Íþór Mollek talaði hafa verið ansi stutt á milli þeirra út af því hversu hratt þú þurftir að komast í sátt við alla þessar nýju upplýsingar. Það er þannig sko, þessar 3 svefnlausu nætur voru töluvert fleiri myndi ég að segja. Tókst þetta bara á einni helgi eða? Nei, og svo máli líka að maður ég er að catch up en það er erfitt þegar það er stanslaust þróun ennþá í gangi. Já, það er að segja, þú ert að taka spretthlaup til þess að ná okkur, en við erum ekki hættir að hlaupa. Við erum líka, við erum ennþá á flegi ferð, þannig að þú þarft ekki bara að loka bilinu, heldur þarftu líka að bilið í rauninni væri að aukast ef þú væri ekki að hlaupa. En það minnkar klálega og þú þarft ekki að læra endilega alla litlu hlutina sem skipta máli að því að svo ef þú lærir í dag eitthvað nýtt GPT 5.2 sem að fara að droppa eitthvað gær og þú veist, ef þú myndir ekki kynna þér það ótrúlega vel og GPT 5.3 kemur svo eftir 1,5 mánuð að þá í rauninni varst að spara þér tíma sem hefði farið að læra eitthvað sem var fljótt úrelt. Já. Þannig að ég vil meina að því meira sem þú ert eftir á, því hraðar getur minnka bilið og í rauninni því meira sem þú ætlar að fylgja öllum fréttunum og ert framalega að því meira af noisi færðu í leiðinni. Það er að segja að þú fær meira af hlutum sem eru ekki mikilvægir til lengri tíma sem að þú ert að pæli og fer í gegnum reyndar á þeirri nótu. Það var einmitt að tala við eina vinkonu nýlega sem talaði þessa upplifun sína að þegar hún fær fréttir eins og frá okkur í gegnum hlaðvarpi að þá fær hún stundum smá svona bara sting í hjartað eða svona hálfgert FOMO eða svona óþægilega tilfinningu líðandi eins og shit, það er svo margt sem ég veit ekki. Já. Ég þarf að vita meira og það er svona constant reminder að hlutir hætta ekki að þróast og ef þú tókst þér kósí helgi og varst bara að slaka á og svo eftir helgina heyrur að það voru rosalega fréttir yfir helgina að þá upplifir svo mikið svona FOMO yfir því að vera ekki up to date, að vita ekki það sem er í gangi. Já, það er þannig og ég sem heimspekingur, þú ættir að tengja við það, er að maður vinnir sig upp sko frá frumsendum, frumforsendum svo byggir á því einhverja þekkingu en þarna það er svo mikið sem kemur skilur frá einhverju frumforsendu að ég er aldrei það að fara að catcha upp af því að það er svo mikið að þessu stórt þekkingabil sem vantar upp á. Einmitt. En ef það er einhver huggun að pæla í þannig veist, að langflestir í dag ég vil meina að klálega sé meira en meiri hluti samfélagsins sem er ekki eins og meðvitaður að sé að falla eftir á. Já. Það er að segja fólk sem að átta sig ekki á því hversu hratt bilið er að vaxa og hversu mikið að nýri þekkingu er úti af því að þetta ratar ekki yfirleitt í þessa svona casual fjölmiðla, þessa sem eru ekki sérhæðir í tækni og gervigreind og vísindum. Þú sérðu ekkert rosalega oft á Vísi eða MBL fréttur gervigreind, það er svona að droppa öðru kóru og maður sé tíðnina alveg aukast núna undanfarin ár en þetta er samt ekki það hversdagslegt að það er ótrúlega mikið af fólki sem ræðir þetta nánast aldrei. Þetta er bara svona svolítið novel og eitthvað sem er í gangi í bakgrunnum fyrir þeim. Og þá verður sko tilvistarkreppan fyrir þetta fólk? Það verður jafnvel 4 svefnlausar nætur. Ég segi jafnvel 4 pluss sko 20. Þetta fer að vera lýðheilsuvandamál hvað fólk á eftir að sofa illa. Já, það er með tilvistarkreppi. Já, hérna við erum með 2 töflur hérna. Þú fær hérna 4 töflur til þess að hjálpa þér í gennum þessu nætur. Ef þú ert að upplifa hérna gervigreindar tilvistarkreppi, taktu hérna þetta AI melatonin. En það er áhugaverðir tímar framöndan. Ég hugsa oft hérna, eins og við ræddum áðan með sko vinnur og fólk sé að missa vinnur og eitthvað svona. Þetta Viktor Frankl hérna quote að það er hægt að nésetja okkur, það er hægt að svipta okkur frelsi og allt. En það sem er ekki hægt að taka okkur er svona viðhorfsfrelsið. Það er hvernig við bregðumst við breyttum aðstæðum eða breyttum tímum. Það er ekki hægt að taka það. Það er það sem skiptir mestu máli fyrir mér, fyrir framtíðina, er bara að vera adaptable
og viðhorfið sé alltaf bara að vilja að læra hvað í gangi og svona vita hvar við erum stödd. Ég held að sé fátt mikilvægra og það eitthvað sem ég hef reynt að vinna með, sko. Mér finnst að segja svolítið mikið þegar við erum farin að þurfa að taka reynslu frá manni sem var í útrýmingabúðum til þess að komast í sátt við raunveruleikann. Já, svolítið Já, einmitt. Þetta er gott quote samt það. Þetta er það og þessi bók hefur rosalega lengi verið bara ein af svona þessum svona stærstu og frægustu bókum og hjálpað ótrúlega mörgum að breyta svona viðhorfum sig í lífinu. Ég man ég las hana örugglega, það er örugglega verið komin 10 ár eða eitthvað síðan ég las hana fyrst og ég man hún hafði mikil áhrif á mig þá. Ég man ekkert svo mikið nákvæmlega úr bókinni en ég held að þetta hafi haft heilmikil áhrif og ég held einmitt að með því meira sem samfélagið er að breytast, því meira þurfum við að horfa inn á við til þess að svona svolítið hjálpa okkur að skilja okkur sjálf í þessu breytta samhengi og það, á meðan maður með þetta innra svona konflikt í gangi þá það er það svolítið óþægilegt og maður er farin að sjá nefnilega svolítið neikvætt viðhorf frá mörgum gagnvart gervigreind. Sennilega að marga gildar ástæður út af því þetta hefur áhrif á svo marga vegu en ég held að mörguleyti sé þetta bara óþægindi. Óþægindi vegna breytinga. Að vita ekki hvernig framtíðin mun líta út og vera hrædd við það sem að koma skal og vilja þá hægja á eða að einhverju leyti spyrna gegn og maður hefur séð þetta sérstaklega þegar að koma skeptíska fréttir gervigreind. Þegar kemur eitthvað sem eins og Apple droppaði þarna rannsókn sem sagði já, gervigreind í rauninni ekki í alvörunni að hugsa eða í alvörunni að nota rök og þá voru allir bara, sko, loksins einhver sem að sagði sannleikann og þau stökkva á þetta kópíum sem maður sér það svo skýrt hvað er í gangi hjá fólki þegar að þau hunsa alla fréttirnar sem segja að gervigreind að hafa þessi áhrif og orðið svona mikið betri og þau bara svona, já nei, ég hlust ekki á þetta. Svo kemur ein svona frétt og þá allt í einu eru þau bara orðið svaka gervigreind talsmenn. Svona selective consumers á fjölmiðlum að þau velja það. Okay, bias. Ertu með einhver ráð fyrir þá sem að standa frammi fyrir þessari tilvistakreppu? Já, það er bara þessi viðhorfsbreytinga. Sko málið er náttúrulega að stress og spenningur, þetta náskyldar svona tilfinningar. Munurinn á þeim er bara viðhorfið. Að vera stressaður fyrir framtíðinni eða spenntur fyrir framtíðinni. Þetta náskyldar tilfinningar. En það þarf að breyta svona viðhorfinu á hjá sjálfum sér. Þannig að þegar það er óvissa og við vitum ekki að þá ættu frekar að reyna að vera spennt fyrir öllu þessu ótrúlega sem er framöndan frekar heldur en að vera kvíðin fyrir. Það er að segja að reyna svolítið að temja eigin hugsanir og snúa þessari neikvæða tilfinningu yfir í eitthvað jákvætt. Algjörlega. Ég held að það sé svona, fyrir mér mikilvægasta sem er hægt að miðla. Þetta er svolítið svona stóuspiki, því að við erum bara að hafa áhrif á það sem við getum stjórnað og ég veit ekki með þig en ég get ekki stjórnað því hvað einhverju tæknirísar í Bandaríkjunum er að gera. Það er málið, maður er svo orkuleg, eða svona þú hefur svo lítið vald yfir því sem er í gangi og þannig af því að ég get haft áhrif á mitt innra ástand og sjálf á mig og viðhorfið mitt að þá stýri ég því á þann hátt sem að ég get. Og þetta var svona megin áhrif þess að ég vildi einmitt koma til ykkar hérna í Jaflinn. Það var að vera hluta því að miðla þekkingu, af því að það er fátt mikilvægara, sko. Þetta er svo stórt fyrirbæri, gervigreind, og það besta sem ég geti gefist er einmitt að breyta viðhorfi og læra þetta, bara hvað þetta er. Mér finnst þetta mjög vel sagt og kannski bara góður staður til þess að ljúka þessum þætti. Þetta er svolítið öðruvísi. Ég er forvitin að vita hvað hlustendum finnst að taka eins þessa mannlegri nálgun á gervigreindina og ræða eins þessa þætti sem kannski er ekkert rætt eins mikið, ekki kannski alveg eins hagnýtt í vinnu en mögulega mun hagnýtara heima fyrir í einkalífi. En með því að þá segi ég bara takk í dag.